Já, komið sæl. Umræðan heldur áfram hér við Rauðaborðið. Nú er kom til mín 3 gestir. Það er Bergsteinn Björgúlfsson, Bárður Jónsson og Ari Alexander Ergis Magnússon. Við allir velkomnir. Takk fyrir. Tilefnið mynd sem þið er að klára kannski, eða búin með hana? Já, við erum löngu búin með hana. Það verið að endursýna. Það eru næstu 20 ár síðan við kláraðum hana. Já. En það verið að sýna hana aftur núna í bíótekjunni í Bíóparadís. Og bara kom tími til að rifja þetta upp og leyfa yngra fólki að sjá þessa sögu. Þetta er svo upptökuheimilið í Breiðvík. Já. Og þetta er þetta er mynd sem að við vorum, ég byrjaði að vinna hana árið 2000 og var í mörg ár að reyna að grafast fyrir hvað hefði verið í gangi þarna. Gekk hægt framan af, menn vildi ekki tala, menn þetta var allt bara eitthvað stórt leyndamál og menn treystu mér ekki en svo svona smám saman fór þetta að opnast, einn talaði við mig og þá spurðist það út og menn höfðu samband svolítið sín á milli og þá kom annar og svo þriði og svo svona smám saman losnaði þetta og menn fór að rifja þetta og sem endaði svo á algjörri sprengingu sem að það var DFF þá, þú varst nú DFF þá. Já, ég var ristur í þar. Já, sem að ég var reyndar búinn að gera díl bæði við DFF og RÚV nokkrum sinnum að því að þeir eru heyrt af þessu að báða að bíða með þetta þá til ég var búið með myndina en svo bara sprakk þetta allt út og á þeim tímapunkti þá þurfti ég að endurhugsa þetta, það var ekki nóg að koma bara með þessa heimildamynd og segja að þetta gerðist, heldur þurftum við að taka meira utan þetta og þá fékk ég Ara til þess að koma með mér að verkinu. Ég var sjálfur í tökum á öðrum hlutum og hafði ekki nógu mikinn tíma og einmitt bara vildi fá fleiri augu inn í þetta og Ari eiginlega tók svolítið yfir að vinna myndina þarna og hún kom út 2007. En þetta var þetta var svo mikið leyndamál og læst niðri vegna þess að þeir sem ég var að tala við þeir hreinlega mundu ekki eftir eða margir hverjir mundu bara ekki eftir því hverju þeir höfðu lent í og mín kenning er sú ef að þú beitir barn ofbeldi að þá tekur það þann einstakling svona það bil 40 ár að komast að því að hann gerði ekki eitt rangt. Viðbrögð barnsins eru að kenna sjálfu sér og loka þetta inni og einhverjir varnarmekanismar gera það þannig að þú bara hreinlega manst ekki eftir þessu og þetta sá ég svo oft og mikið í gegnum þetta ferli til dæmis með það var eitt sem ég var búinn að tala við ég var búinn að fara 3 sinnum og taka viðtöl við hann bara 2-3 tíma í senn þar sem ég rakti úr honum gatnirnar og hann mundi ekki eftir neitt mjög slæmu, þetta var ekkert voða gaman að vera þarna og ég hafði alltaf á tilfinningunni að það væri samt eitthvað meira sem kom ekki en svo þegar að hann Páll kom þarna á sínum tíma í Kastljósinu og sagði frá því hvernig honum hafði verið nauðgað þarna af einhverjum eldri strákum bara lýsti því í smáatriðum þá brotnaði þessi maður saman þá allt í einu bara kom þetta bara eins og holskefla yfir hann og hann mundi eftir þessu öllu. Þetta var maður sem var orðinn bara fjölskyldufaðir og búinn að braggast nokkuð vel í lífinu. Hann bara hrundi. Já, ég hef sagt það líka að á ritstjórn DFF á þessum tíma að þá voru snuðum grátandi karlmenn hjá okkur og Anna heitinn Kristínu Magnúsdóttir. Hún var bara mamman hérna og var í þessu. Þetta var erfitt. Já. Eftirminnilegasta sem ég hef gert á 40 ára sem ég hef verið í blaðamennsku. En bara þú varst þarna. Já, ég var þarna dálítið svona sérstakur ferill með þarna, en ég var þarna fyrst í 1,5 ár og ríflega það og þetta sem Bergsteinn er að segja minnið, hvernig börn
hvernig maður svona lokar á hluti. Ég hafði áður en ég fór til Breiðavík og verið hérna upp í Mosfellsdal á Reykjahlíð í 3 ár. Og ég stundum að velta fyrir mér, sko, mér finnst þetta svo ólíklegt að ég hafi verið þarna í 3 ár en það samt skjalfest, skilur. Og ég man ekki neina samfellu frá þessum tíma en samt var ég þarna í skóla og hérna sumar, vetur, vor og haust í fjölmennum barnahópi. Þarna voru munaðarleysingjar og svo börn sem að voru vistuð þarna tímabundið og önnur lengur eins og ég til dæmis. Ertu þá að tala í Mosfellsdalnum? Í Mosfellsdalnum, sko. Hvað varstu gamall þá? Ég milli 7 og 10 ára. Og hérna og ég bara man ekki mjög mikið frá þessum tíma. En af hverju, má ég spyrja því? Af hverju? Ég ekki með almennilega skýring á því. Ég held bara að sko, skýringin auðvitað svo að maður lokaði á allt í sér. Maður lokaði á tilfinningarnar og maður bara lokaðist. Bara einhver ósjálfráð viðbrögð við? Bara viðbrögð við því að vera... Var það brotin fjölskylda, brotið heimili? Já, það bara einstæð móðir og fátækt. Megin ástæðan, ekki óregla, sko. Nei. Bara fátækt. Já, ég myndi vilja meina það. Fyrst og fremst. En myndin aldrei svo einföld, sko. Það þetta skilnaður þarna og ofbeldi og svona áföll í lífinu. Og hérna, en ég fór sem sagt þarna til Breiðavíkur í júnibyrjun 1964 og móðursystir mín, hún kom þannig í heimsókn og henni rann til rifja hvað ég var vansæll og hérna og tók mig bara til sín, fekk að taka mig til sín og ég var svo hjá henni og þennan veturinn 65-66 líklega og sumari 66 fór ég aftur til Breiðavíkur af því að ég þekkti ekkit annað, skilur. Þrifstu illa í hópi eftir þetta? Börn fóru í sveit á sumrin og svo sumari var að koma og það sem að dró mig reynda til Breiðavíkur og hefur alltaf verið eiginlega það eina sem að ég fekk frá Breiðavík og ens mér út ævina, svo undarlegt sem það nú að það var þessi óhemju sterka náttúruupplifun sem að ég ekki einnum að hafa talað hjá þeim sem hafa verið þarna á Breiðavík og það var eiginlega bara athvarfi mitt á Breiðavík. Það var náttúran og bara að vera einhvers staðar að labba eða með strákunum út í fjalli að tína egg eða niður í fjöru eða hvað það nú var eða veiða silung. Og hérna það er fallegt þarna? Það er mjög fallegt þarna og þetta er svo getur, og þetta hefur auðvitað spilað afgerandi hlutverk í íslenskri þjóðarsál ætíð og alltaf og en þetta hefur skipt mig miklu máli. En vistin var ekki góð og hann Bergsteinn nefnir hann að Pál, ég skrifaði nú og hjálpaði honum með bók sem að heitir Breiðavíkur drengur og hefði alveg mátt seljast betur og mjög áhugaverð bók og fín frásögn hjá Páli, hann hafði svona minni á atburði eftir að þetta fór að rifjast upp fyrir honum og sko að Páll, hann var sko laminn nánast á hverjum einasta degi. Vistu hvers vegna? Bara af því að hann fór í taugarnar á Þórhalli. Hann var oft laminn og af einhverjum ástæðum þá
lentan í þessu að því að þegar ég kom til Breiðavíkur 64 þá var það fyrsta sem var sagt við mig að ég gæti alveg mátt búast í því að vera kallaður upp á herbyggi til eldri strákana til þess að láta ríða mér. Þetta var bara það sem að tala var í hópi okkar yngri drengja þarna. Og ég lenti þarna í einelti af manni sem að var, já, þegar maður á þessum aldri að þá 2-3 ára aldursmunur talsverður. Og og hann tók mig inn í herbyggi til sín og læsti og svo, þú veist, var hann með svona sálrænar pyntingar og var að segja mig það að það myndi koma hræðilegir hluti fyrir mig eins og ég myndi vakna einn morgunin og að höfuð móður minnar væri á náttborðinu hjá mér og í þá veru sko og þetta vakti mér alveg gríðarlega skelfingu. Myrkfælni kannski framhaldið það? Nei, ekki beint þannig heldur bara þessi tortúr sem þetta var sko og undirliggjandi var alltaf þessi ótti að manni yrði nauðgað sko. Og því að ég meina þetta þarna hópur af drengjum sem að nánast ekki undir neinni leiðsögn eða eftirliti eða umsjón á nokkun hátt. Heldur bara einhver forstöðumaður sem að sko annarkvort réð ekkit við það sem að þurfti að gera þarna og hafði ekki hvorki menntun né getu. Já, bara svo við komum því inn að Þórhallur var sko, hann var skipstjóri eða útgerðarmaður sem fór á hausinn og skuldaði fullt af peningum í Hafnarfirði en hann var vel tengdur innan Framsóknarflokksins og fékk þetta sem bitling. En það var og hans reynsla með að vinna með börnum var bara 0, hún var engin. Þetta var bara ruddi og grófur maður sem að bara notaði sínar aðferðir sko. En áður ég leið bara þá ætla ég að segja ykkur eina sko, það þannig að þegar við erum að vinna þetta á DVF þá ringir í mig maður sem hafi þekkti til hana og hann sagði, þú verður að ná í ritgerð Gísla Guðjónssonar réttarsálfræðings og af hverju vegna þess að hann skrifaði fyrsta úttektir sem hann gerði á sínu starfsferli var þarna. Já, hún kemur 74 sko. Já, en hún var sko að ná í hana borður, það var alveg heljar innan mikið mál. Já, henni var bara stungið hún í skúfu. Já, þetta var trúnaðarmál. En við náðum henni og þar kemur fram að sko drengir sem fóru á Breiðavík og svo aðri sem fóru sko Brudasir og fóru á Litla-Hraun að var mun meiri líkur á því að þeir sem voru í Breiðavík myndi brjóta sér í lífinu frekar að þeir sem fóru á Litla-Hraun. Litla-Hraun var samkvæmt þessu skárri uppeldisstaður heldur en Breiðavík. Já, enda eldra fólk sem var sendt Já, ég veit það Nei, því sko þessi fóru á Breiðavík og þá áttu þessu erfitt með að fóta sig. Það ekki Jú, við tökum viðtal við Gísla í myndinni. Nú það? Hann kemur það. Þetta besti verður nú að fá svolítið gott kredit fyrir þetta en ég kem að þessari mynd eiginlega svona í hálfgerði fallíf. Við höfum sem sagt verið að vinna saman í og besti af mikilli gleði sprengjumynd sem kallum gargandi snild og fjallar íslenska tónlist og ekkert nema tóm hamingja. Og þá fer Bergsteinn putt í mig og segja að hann sé að vinna með Kristni Hrafnsinni að myndu Breiðavík og þá hafði ég heyrt Breiðavík og svo flest en ég svona gerði mér samt grein fyrir þessu og besti segir eitthvað svona þú veist að þetta er komið sprengja einmitt hjá DVF og sem var Þórhallur búin að taka þetta fyrir kastljósinu og þú veist það var eiginlega svona forsendurna fyrir því hvernig myndin stóð að það þyrfti að taka alveg 180 gráðu beygja á þetta og ég segi eitthvað svona við besta ég get gefið gott ráð eða þú veist ég get hort á þetta með þér og getur séð hvað þetta og bestir er þá veistu að fara í eitthvað tökur með balta Já, ég var að taka ekki grótt þetta á þessum tíma þannig ég var alveg á kafi í annarri það var engan veginn gerði engan veginn ráð fyrir að þurfa að fara á þetta þarna sko Já, og þetta var eiginlega þú veist bara svona do or die að koma myndin út og þannig ég horfði á þetta grófklipp sem nú alveg bara næstu 3 tímar eða eitthvað Já, það var bara eitthvað sem var búið að henda á tímalínu henda á tímalínu
og ég reyndar að horfa á þetta með góðum vinni mínum, kvikmyndagerðarmanni öðrum, og hann gapi bara á mig og segi bara hvað getur þú sagt? Það er ekkert sem getur sagt, þetta er bara hver hryllingssaga núna í aðra og hvernig ætlum við að reyna að kokka eitthvað upp úr þessu. Og ég segi eitthvað svona best að ég fór líka bara, því ég veit að líka bara svona pínu óþægilega fortíð, ég meina faðir minn deyr þegar ég er bara barnungur og móður mín kynnist manni sem er ofbeldismaður og ég þurfti að vera að slást við hann þegar ég er 14 ára, þannig að þú veist að það eru svona gamli draugar sem eru bara svona eru bara komnir upp sko. Þannig að þá fannst mér líka eitthvað staðar komin tíma og kannski að reyna að gera það upp líka að kunna kannski að reyna að fyrirgefa og reyna að skilja hvað þetta allt saman er. Nefnum ég bregst þannig við besta er það að ég fór að hugsa bara hvernig get ég komið undan þessu og ég segi við besta fyrir að fyrst þá þarf að taka mjög mikið sem við tölum aftur. Við þurftum að fara vestur í þyrlu, ég var að reyna að gera allt eins flott ég segi við þurfum að fara á þyrlu vestur og mynda, þú veist, þessi náttúru eru þetta gjörsamlega geðveik og hún er svo falleg og trillt og best var búin að vera að mynda þetta á öllum árstíðum, þannig að við vorum með mjög mikið af flottu myndefni og síðan það að fá liðið til þess að tala því leið og Páll brýtur ísinn þá svolítið brotnar ísinn á þessu öllu saman. Og þá þurfti svolítið mikið að fara að tala við mennina aftur af því þeir voru þá sjálfur búinir að reyna upp hluti sem að tilbúinir til að tala endurskota líka og síðan var þetta líka búið að vera svolítið í stúdíói og ég var að segja við þurfum að vera þannig að ég verð að koma út úr þessu, ég get ekki gert þetta því þetta fer auðvitað bara líka inn í sálateitran á mér og gerði í mörg ára eftir sko. Það tók mig alveg mörg ára að jafna á þessu ævintýri með besta og nema og Bárð og nema ég segi líka við þurfum að gera þetta á 35 mm prent af því að flöskuhálsin á þessum tíma er það að þú kannst aldrei klára mynd ef þú ætlar að gera hann almennilega þá þurftur að geta að setja hann á print og ég vildi fá Þór Eldon vinur minn sem átti að vera tónskóli ég bara reyndi að gera þetta alltaf í servit og snúið og bara fyrir bestu hættur hann var að segja bara var ekki til peningar og líka svo lítið peningur í sjóðnum eitthvað svona en mann segi bara ok, gerum þetta og við fórum að stað nema það kemur annar maður inn í Fallhlíð og svolítið bjargaði fjárhagnum að þessu að gera okkur kleift að gera þetta og það er Sigurður Gísli Pálmason sem ég hitti bara fyrir tilviljun og hann fann mjög mikið til að því að hann spurði bara hvað er þetta að gera núna menn eitthvað svolítið og ég fór að segja hann frá þessu og hann bara hittum upp á skrifstofu eftir helgi og skoðum það þannig að það er líka þetta þú þarft til að geta sagt svona sögur að þá þarftu þú veist við vorum ekki þetta var ekki til að geta gert svona hluti að þá þarf það að taka þetta alveg inn að og síðan auðvitað þegar ég kynnist Bárð og kynnist hinu strákunum að þá þetta verður alveg bara þú verður bara að klára þetta þannig að við tókum eitthvað gott ár í þetta ég sagði bara við besti ég sagði við erum bara að klára þetta núna og ég sagði það er bara við skulum bara gera þetta eins vel og hægt er og við gerum það og þetta kom svona ákveðin svona sálarró inn í sjálfa mig og bara þú veist, mín eigin persónulega vandræði þú veist, það er ekki spurning að þessi mynd gerði mig að betri manni og þessi titill Syndir feðranna kom það að maður er að deila þessu með fólki og þá var það mikil vinkona mín á þeim tíma sem heitir Anna María Karlsdóttir var framleiðandi og er kvikmyndaframleiðandi og við vorum að fara yfir þetta og ég hef lagt mín verk undir hana og hún sagði, þetta er svo rosalegt þetta er bara Syndir feðranna og þannig bara kom titillin svona out of the blue, við vorum búin að reyna ýmislegt en síðan, þannig kom þetta til en það er í rauninni sko verið að refsa börnum fyrir Syndir feðranna sko, það er það sem að þessi heimili snúast svolítið sko Ég var snarvitlaus sem úrlingur sjálfur sko, þannig að þetta var alveg svona Sjönd fyrir með það Þetta er auðvitað vanræksla sem er þarna á bakvið þetta sko, fyrst og fremst og hún átir auðvitað margar skýringar en syndir ef að við getum talað það við skulum tala syndir í gæsalöpum fóreldrana af því að ég meina það er eitthvað sem bregst og samfélagið ræður ekki einhvern veginn við að taka á svona prívat nánum málum þetta hefur verið látið eftir ættingjónum að díla við þetta og það hefur bara vantað fagmennsku í einhverjum skilningi eins og til dæmis fagmennskan hjá barnaverndarnefnd Reykjavíkur á sínum tíma það hefur komið í ljós
það sem þetta hefur verið skoðað að hún hafi bara, barnaverndarnefnd Reykjavíkur hafi bara einfallega brotið mannréttindi á þessum tíma. Og og ég bara þekkja þetta best tilvik móður minnar að hún kemur flytjum ofan á Akranesi hingað til Reykjavíkur í framhaldi af mjög erfiðum og leiðilegum skilnaði þar sem að faðir minn lagði hann í einelti og beitt hann á margvíslegu ofbeldi og hún átti sér eiginlega engan bakherl á sama tíma, þá missir hún foreldra sína. Föður sinn 54 og 54 minni mig og móður sína 56. Og við flytjum hérna í 30 fermetra kjallaraíbúð og hún vinnur í ísbyrninum á morgnana, mætir í vinnu þar klukkan 8 á morgnana á Seltjarnarnesi og kemur svo heim eftirmiðdaginn og hvílur sig þá kannski klukkutíma og fer svo að sjá eldhúsið í Glaumbæ og vinnur til miðnættis þar. Og auðvitað lætur einhvað undan. Þið voru 2, var það ekki? Við vorum 2 hjá henni og ég var eftir að hafa hort upp á til dæmis ofbeldið upp á Skaga því þar sem að faðir minn misþyrmdi móður minni fyrir framan okkur börnin var auðvitað skaddaður á sálinni og sömuleiðis frá harðræði sem að mamma beitti mér stundum og þannig að það þarf að skoða hlutin í samhengi og við erum svo bara tekin af mömmu sem að að berjast inn í bökkum til að halda heimilinu á floti og halda heimilinu saman og systir mín fór á Silungapoll og ég fór á Reykjahlíð. Svo uppgötaðist það í kerfinu að við værum systkini og ættum kannski að vera saman þannig að hún kom til Reykjahlíðar. Er hún yngri eða eldri? Hún er yngri en ég, 1,5 ári yngri. Þannig að þetta sko, og ég hugsa sko að ég meina það þarf auðvitað að skoða hvert tilvik fyrir sig en hvað hafa félagsmála yfirvöld að leiðarljósi þegar þau að vinna í svona málum og það auðvitað eins og við vitum og eins og ég veit mæta vel sem sko óvirkur fíkill að þetta eru stundum nánast óleysanleg mál og fólk þetta sér kannski ekkit út fyrir eymd sína og finnst bara eymdin ágæt þannig séð og vill bara vera þar. En það líka aðstæð sem kannski ekki mannlegu máttur að ráða við. Sko. Já, það auðvitað hægt að ráða við þetta. En það bara... Inn á heimilunum, ég að segja. Já, inn á heimilunum, já, nákvæmlega. Þar eru bara einhver lögmál í gangi sem að bara spilast út, sko. En það alveg klárt mál að Breiðavík var ekki lausnin, sko. Já, alveg augljóslega, sko. Nei, það kemur líka mjög vel fram í myndinni, sko. Og þó ég segi sjálfur frá og þá einmitt þetta þegar það eru svona erfið samfélagsmein að það sé til fólk sem að geti búið til frásögn í þessu miðli sem að kvikmyndagerðin til að geta sagt söguna, til þess að líka það sem að við vorum að passa okkur á að bara hlusta ekki bara blind á eina manneskju sem að segir eitthvað sögu heldur við höfum þessum vinnureglu við tölum við 3 manneskjur ólíkar til þess að fá sögurnar staðfesta og það væri ekki bara einhver ein saga sem einhver einn maður myndi segja þú veist við verðum að setja okkur einhvers konar reglur og þannig að síðan þeir sem að koma fram í myndinu að það var kannski pínu sárt að við tölum líka við fullt af fólki sem að síðan sem að var bara ekki pláss fyrir það þurfti bara velja og hafna sko. Velja og hafna og allt það þannig að það olli líka sárindum sem var líka kannski erfiðast að við að gera svona mynd það við vorum búin að vera talað í mann sérstaklega eftir allavega 2 að þeir voru mjög sárir síðan á frumsýningunni en þeir við höfnun sem að var svona enn höfnunin að þeir voru búin að segja til dæmis þessi sem ég var að tala áðan sem að bara hrundi þarna eftir að Páll brotnaði þarna í kastljósinu hann endaði ekki myndinni hjá okkur sko og var mjög sár
Það mætti kannski koma upp gagnagrunni yfir efni myndarinnar. Það væri bara, þú veist, mjög verðugt verkefni og bara sækjum styrk til að gera það. Það er það sem ég ætla að gera núna. Ég ætla að láta allt hráefnið inn í kvikmyndamiðstöð. Nei, kvikmynda, Já, auðvitað. Þetta er alveg stórmerkileg heimild auðvitað. Það er búið að vera á Hjaltir, það er búið að vera víða. Það var svo sanngirnisbætur, en Breiðavík var fyrst, sko. Já. Og ég startaði því, þá ger ég alltaf svo ánægði það að einhverju fá sanngirnisbætur. Þetta er mjög erfitt fyrirbæri, sko. Það er mjög snúið mála að fá bætur. Ég meina, maður fær bætunar og hvað bæta er. Það er mjög góð spurning. Og þetta er kannski eitthvað vanþakklæti, ég veit það ekki. Þetta breytti engu fyrir mig. Nei. En þetta myndi nú ekki nokkrum sköpuðum hlut. En það er samt að margir myndu eflaust lesa sem ákvæmna svona viðurkenningu. Já, kannski er það en leið hefur verið svona bætt pínulítið við byrðina. Já, það má alveg líta á það þannig. Maður er búin að fá sanngirnisbæturnar og á þá ekki alltaf verða bara í lagi. Nei. Skilurðu? Já, það getur verið ykkur starf en við sem höfum eitthvað, við lesum þetta séð eða kynnt okkur. Það er þannig að okkur sem að vitum eitthvað þetta og okkur finnst ekki bara sanngirnisbætur og sé bara allt. Það er ekki peningakræði gjörð sá. Ég hef verið talsmaður þess af því að þetta er nefnilega dálítið hrikalegt tímabil í íslenskri uppeldissögu og er þar reyndar að mörg að taka og líklega bara aftur til landnáms ef úti það er farið. En það ætti að setja félagslega löggjöf þennan hóp sem að hefur orðið fyrir einhvers konar skakkaföllum í framhaldi af vistsinni á eða skakkaföllum af þessum félagslegu úrræðum sem að samfélagið var að grípa til. Ég meina 1950, hvað það voru 2 menntaðir sálfræðingar í landinu. En það er sko, þegar myndin kemur síðan út 2007, að þá var svona þetta rétt að byrja, því að hvorki ríkin í borg var tilbúið til að sætta sig við þetta og þegar það kemur upp að við fáum Ragnar Aðalsteinsson lögfræðing til að taka málið að sér að þá var hann nú bara alls ekkert viss það að það myndi eitthvað koma út úr þessu en hann var tilbúin til að taka þetta sem svona reynslumál og okkur tókst að gera díl við hann það og síðan var þetta mörg ár. Ég satt í stjórn Breiðavíkursamtakana ásamt Bárði í mörg ár og hvað þetta tók okkur 5 ár held ég. 5 ár, 6 ár eftir að myndin kemur út en við notum myndina sem vopnið á þú veist hvað ætlið að gera, þú veist? Það var Jóhanna Sigurðardóttir sem að hjó svo á hnútinn, sko, og það má auðvitað hafa ýmsar skoðanir á því, en hún gerði það þó. En ég hef alltaf verið á því að það þurfi að setja sérstaka félagslega löggjöf þennan hóp. Ekki bara Breiðavíkurdrengir, sko. En Breiðavíkurdrengir eru auðvitað skera sig pínulítið úr ef að við lítum bara til tímabilsins 52 til 72 að þá eru þarna 128 manns og ég er með hennar lista einhver staðar í fórum mínum og ég hef alltaf ætlað mér að setjast niður og fara í gegnum Íslendingabók en ég hugsa að 2/3 þeirra sem að voru á þessum tíma á bilinu 52 til 72 og þetta eru þá einstaklingar sem eru fæddir á bilinu segjum við frá 43-4 til 55-6 að 2/3 eru fannir frá ég hugsa meira það var á tímanum sem við vorum að vinna já, einmitt og þeir eru og svo það er svona frekar lítið virk síða til á fjersbók sem að heitir Vistheimili og einn sem var þarna sem að var svona félagi minn í æsku svona vorum í einhverjum óknýtum og hann jákvæði eftir þetta að hringja í hann eftir að hann byrja að skrifa þetta og þá var það fyrsta í honum akkur komst þú ekki vestur já, þetta var bara hreinsun bara tekni þeir sem voru skólasjóri sem kæru með til dæmis einn drengin sem var þarna og er dáinn hann Gísli Helgason sonur þekkts manns Helga Sæm að hann
var fatlaður og var líklega með svona einhverjar greiningar eins og það heitir í dag og faðirinn fekk þau ráða að senda hann til Breiðavíkur þess að það yrði svo gott fyrir hann og hann náði sér aldrei af því hann Ég held að fólk hafi nú líka ekki gert sér grein alveg fyrir því hvaða dýr helvitis þessi staður væri eða þetta heimili. Nei, og það er svo auðvitað sko, en það var eins og kemur fram í myndinni líka að þá var ekki mælt með því að stofna þetta heimili. Og þetta auðvitað partur af byggðastefnu sko, að vera þarna með að veita ríkisfé inn í deyjandi sveitafélag. Ég meina það er allt farið í eyðu þarna sem að minni mig á það þegar við vorum tilbúin með trailer eða sem sagt kynningastiklu af myndinni 2006 að þá fórum við á Patreksfjörð á Skjaldborg heimildarmyndahátíðina þar og vorum með 5 mínútna stiklu og við mættum hana, ég og Besti og Bárður og hvað það voru ykkur fleiri með okkur en allavega Glúmur Baldvinsson hann var svona moderatorinn eða svona spirillinn eða svona við vorum að fjalla þetta og Glúmur æskuvinur minn og getur verið alveg einstaklega svona hnittinn og með mikið skap nema við sýnum þetta og síðan fara að tala þetta nema þá stendur upp þetta 2006 þá stendur upp var hann fyrrverandi bæjarstjóri eða bæjarstjóri félagsins fyrrverandi held ég fyrrverandi stóð upp og sagði að þetta bara stæðist ekki þetta væri nú bara lygi og þetta væri bara eitthvað þú veist eitthvað bara fólk að ljúga hérna upp á sveitunga sína og það var allt brjálað það var næstu farið af húsinu og það var næstu komin hópslagsmál en þetta það sem að sko þetta bara þú bara getur ekki viðurkennt að þú hafi ekki eða það hafi eitthvað gerst í kringu þig og það meira þess að þú ert með þessa drengi á Breiðavík þú ert með okkur sem erum að gera sem við erum búin að kynna okkur efni til hlítar í mörg ár þú stendur samt upp og segir þetta gerist ekki ég meina þetta alveg sama þetta af sama meiði og þegar Gísli Guðjónsson kemur með þessa skýrslu á sínum tíma að það bara þetta passar ekki inn í myndina hjá okkur núna bara burt með þetta og hún var bara falin af því að það þurfti að fá atkvæðin úr þessu kjördæmi og þess vegna þurfti að halda þess áfram sko. Ég ákvæðlega stoltur af þessari mynd og Hvenær verður hún sýnd aftur? Hún verður sýnd á sunnudaginn Já, á sunnudaginn 7:00, þá ætlum við að mæta hérna 3 aftur til leik Ég hef ekki séð hana í svakalega langt síðan ég hef séð hana Hún sem sagt að hluti af bíótekkinu sem kvikmyndasafni og þetta verður sýnd í Bíóparadís 7:00 og það bara þetta er velkomnir Ég þegar við erum að skrifa þetta og svo byrja kastljósið og ég fór svolítið fíl út í þau sko. Ég verður að segja sko, við vinnum vinnuna svo taki þið bara blómin af sko. og svo fengum við sameiginlega sko, velum fyrir rannsóknarblaða með sko, þetta árið og ég sagði það eitthvað við Sigmar eitthvað er þetta ekki ómikið fyrir þig við erum búin að teika mig í hálft ár Þóra sem var hjá Kastljósinu og Þóra Tómasdóttir hún var nú rosalega flott og var mikið í kringum okkur og fylgdist svakalega náið með þessu og hún var nú gerði nú það þegar myndin kom síðan út að þá var þetta í beinni útsendingu í Kastljósinu og hún var nú mikið að stúsast þarna í kringum þetta allt saman þannig að mér minnir að hún hafi nú fengið líka verið hluta af þessu. Þau voru bara með viðtöl, við vorum með sko þeir voru með bakgrunnin sko. Þeir voru með bakgrunnin sko. En sko þetta mál hafði komið upp á fréttastofunni nokkru áður allavega ári ef ég man þetta rétt að Sigríður Margrét sem þá var fréttamaður á fréttastofunni hún kom að máli við mig og spurði hvort að ég væri tilbúin að tjá mig eitthvað þetta og ég sagði bara já að ég væri það og svo frétt fór aldrei í loftið Já, það var vegna þess að hún hafði samband mig af því hún fréttaði að ég væri að gera þessa mynd og væri með fullt af viðtölum og ég bað hann að bíða með það
hún gerði og það var sama, það var einhver á DVF líka á og svo svipuðum þegar tíma að þið á DVF varpið þessari sprengju út í samfélagið að þá voru heimatökin fyrir Kastljósið að biðja mig að koma í viðtal og það viðtal átti að standa í 3-4 mínútur og það varaði í 10 mínútur og það má enn sjá það á vef Ríkisútvarpsins. Brynjólfur fréttamaður, hann tók saman mjög fínt yfirlit þetta sem að er algengi. Hann var ábyggilega hjá mér á DVF. Já, nefnilega sko, því að sem að er Sigurmaður mjög duglegur. Já, mjög, sem að er á aðgengilegt á vef Ríkisútvarpsins. Það er að segja þetta viðtal við mig í Kastljósi og svo ýmislegt efni annað. Það var líka dálítið merkilegt af því að þegar viðhorfin eru allavegana og Gísli Guðjónsson, hann tekur saman þessa skýrslu sína 74 BA-ríkjörð hjá honum í sálfræðinni hérna. Og það er svona eitthvað orðalag sem að myndi ekki heyrast í dag að fyndi hver drengur sem að hafði verið sendur til Breiðavíkur hafði ekkert gert af sér. Sem að því að það er mjög, þetta er auðvitað frekar frumstæð nálgun við óknistadrengi að þeir séu bara brotamenn. Rakst illa í hópi bara... Já, eða eins og til dæmis í mínu tilviki þá var ég þú veist, frekar frá heimili sem var laust í reipunum og ég þekkti drengjastóð á Skólaverðuholtinu. Og við, þú veist, rótuðum í öskutunum hjá Sælgætisgerðum og brutumst inn í Sælgætisgerðum og jafnvel og vorum svo allir hirtir einhvern tímann seint kvöld og rannsóknarlögreglan niður í Borgartúni var að dunda sér við að yfirheyra okkur Lakkristjófana langt fram á nótt. Þannig að en þetta við vorum bara, þú veist, þetta er eins og með stelpunar og hernámsástandið þetta er eitthvað hliðstætt mjög frumstætt. Svo var eitt líka skelfilegt, það Kumbaravógur, það var alveg barnanýðingurinn hvað heitir þetta sem að fékk að bara fara inn hann var bara hleypt inn fyrir. Já, það er svo auðvitað það var nú líka upp á Reykjahlíð þar horfði ég á mann sem að var í tíum við forstöðukonuna stinga fingrunum upp í sköpin á 2 ára gamalli stúlku sem hann var að klæða í einn morguninn. Og ég hef sagt frá þessu þegar að ég gaf skýrslu þessa dvöl mína á Reykjahlíð. Og svo það gerast svo undarlegir hlutir í kringum þetta. Munaðarlausu börnin upp á Reykjahlíð að maður öfundaði þau pínulítið vegna þess að þau virtust fá svona einhverja auka athygli. Það var svona aðeins betur séð þau og þegar að ég segi frá þessu þennan mann sem hétt reyndar Ari og mér skildist að hefði verið frekar með misjafnt orðspor að þá var tekin upp hanskinn fyrir hann og talaði að þetta hefði bara verið einn mesti góðsemda kall. En þetta horfði ég á að gera og þetta er alveg ljósleifandi. Þetta er eitt af því fáa sem að ég man frá Reykjahlíð og það þegar að Pálgögurinn minn var drepinn af kettinum vegna þess að einhver hafði opnað búrið. Þetta er það er þetta sem gerist þegar svona hvað ég að segja stofnanir eða svona þetta er nú eiginlega bara einhvers konar fangelsi þessi heimili öll þegar að þetta er búið til að þá sogast á þessa staði barnanýðingar sem eru koma þangað í dulagerfi og þykjast vera rosalega ummyggjusamir að það er bara staðreyndin að barnanýðingar munu alltaf sogast á
og þetta algjör bara hátíð fyrir þá að komast á svona staði þar sem enginn að fylgjast með. Já, einhver sagði við mig að þetta hafi breyst til þess betra þegar hipparnir komu til að vinna þar. Já, það má vera. Já, það var... Já, ég held að það sé rétt. Það var að vísu ekki gagnrýnislaust en ég held að það hafi verið rétt. Því að ég meina að það var fólk sem var með allt annað upplegg, með allt annað gildismat. Já, ég er ekki reyn. Það er á laugardaginn. Nei, það eru sunnudaginn. Sunnudaginn klukkan 7 og við vonumst til að sjá sem flesta. Og við verðum þarna með spjall í kjölfarið og við fengum nú Edduverðlaunin fyrir þessa mynd á sín tíma. Hún ferðaðist á kvikmyndahátíðir út allan heim og við tókum þátt í það sem að við vorum það sem að ég myndi segja svona allavega það sem að mér hefur fundist í allir þessari umræði sem að kemur síðan í kjölfarið að MeToo löngu mörgum árum seinna og allt þetta að þá ekki minnst einu orði á unga stráka eða misnotkun á drengjum sem að mér hefur fundist mjög svona líka sannarlega hefur þessi MeToo umræða hefur verið mjög mikilvæg umræða í samfélaginu og hvernig við höfum tekist á við þessa predatora og þetta kynferðisofbeldi en einhverju hluta vegna að þá hefur kynferðisofbeldi gagnvart ungum drengjum það hefur bara ekkert verið í umræðinu. Orðið út undan, en það er til. Sannarlega er það til og það er það sem að þessi mynd gerir sem er núna 19 ára gömul, verður 20 ára á næsta ári að það er eins og hún hafa bara verið gerð í gær. Bæði í gegn hún á jafn mikið erindi táningsdrengjum og svo minna stálpuðum drengjum. En ég ætla að þakka ykkur fyrir komuna. Takk sem þeir. Arild Bárður og Björg Bergsteinn. Þakka ykkur fyrir komuna. Og Rauða borðið heldur áfram með Augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.